það komið að leikhúsi, ég fór í Borgarleikhúsi þar sem að Gaflarleikhúsið mætt með gamanleikrit, íslenskt gamanleikrit, nýtt íslenskt gamanleikrit. Og þau eru hingað komin Vigdís Halla Byrgisdóttir sem er leikari, Björk Jakobsdóttir sem er leikstjóri og meira að segja leikhússtjóri líka og Óli Gunnar Gunnarsson sem er leikari en tekur líka þátt í að búa þetta til. Já, er handritshöfundur ásamt tveimur öðrum leikurunum, Arnóri og Ásgrími. Herðu, og þetta er svona sérstakt, kannski fólk vitið það, að þetta er áhörfundur horfa á leikritið að utan fyrir helmingnum, helmingurinn og setni helmingina innan, ég veit ekki hvort eitthvað skiljið þetta. Þetta er mjög erfitt að útskýra þetta. Við komum eiginlega upp með það síðan á endanum, þetta væri svolítið eins og þetta væri fótboltavöllur. Og það er skipt í hálfleik. Það er skipt í hálfleik, þannig að þú byrjar öðrum megin. Þú sér bara annan liðið, annan leikinn. Já, þú sér bara annan leikinn í einu. En það er ekki tilvíljun, Björk, að svoleiðis er ekki hort á fótboltaleiki. Nei, ég veit. Ég fatt að leið, ég sagði þetta, ég bara... Þetta ljómar ömurlega. Við hugsaðum, af hverju ekki? Þú veist ekki hver staðan er, þú sér bara að það er skorað einveginn, þetta er bara geggja koncept. Já, þetta er sem sagt tvisvar sinnum 100 manna salir og hérna þú byrjar annarkvort úti eða inni. Það er leikið, verkið í gegn sem er svona cirka klukkutími. Og svo er þetta farsi sem hurðirnar. Og leikararnir leika á báðum sviðum á sama tíma, þannig að þau eru að leika inni og svo bara fara þau út og þá eru þau komin í aðra senu og einhverju sem er úti fyrir inn og hann er komin í aðra senu þar, svo kemur bara hlé, allir fara og fá sér eitthvað gott í gogginn eða kaffi eða eitthvað og svo bara er skipt og þá sérðu sama leikritið nema hvað þá gerist, ef þú varst inni þá sérðu hvað gerist úti og ef þú varst úti þá sérðu hvað gerist inni og þá púslaru leikritinu saman og svo kemur einn endir sem þar sem við opnum allt og leikum bara einu sinni. Var þetta betra en fótbolta? Þetta var mjög miklu betra. Ég myndi sleppa á þetta. Þetta hefur verið gert áður einhvern veginn. Já, vissulega. Meira þess að í Hafnarfirði. Já, og leikstjórinn okkar, hún Björk, hún lék í því í den, í Himnaríki. Kannski ég taki þennan bolt og svo skal ég leyfa ykkur að tala því að þetta var semst 1993. Nei, minnir það já. Þá setjum við upp leikrit sem heitir Himnaríki og það var nú eiginlega byggt á hugmynd sem að ég fekk út í Frakklandi og þá fór ég og sá leikrit sem að gerði svona þetta var veitingastaður með 2 vangjahurðum og svona ílöngum glugga þannig að þú sást svona að takmörkuðu leyti hvað var að gerast hinum megin og ég hugsaði, ég fekk svona þráhyggju af hverju förum við ekki alla leið með þetta og leikum á sama tíma beggja vegna inni og úti og kom heim og fór í kaffi til Sóleyjar Elíasar sem að bjó í Hafnarfirði og við fórum að fabulera með þetta og úr verður að menn okkar koma með okkur í þetta og það verður til Hafnarfjarðarleikhúsið og við fáum svo Árna Ibsen til að skrifa inn í þetta form fyrir okkur og hann gerir algjörlega frábært verk sem að sló alveg í gegn. En svo bara 30 árin seinna, mér var alltaf langað til að gera þetta form aftur og það var tvennt sem ég langaði, það var mér langaði að gera formið aftur og jafnvel fara aðeins lengra með tæmingahættuna og svo er náttúrulega leikrit ungt fólk sem er 30 ára gamalt, það er bara orðið deytað. Þannig að þess vegna vildum við skrifa nýtt og við vildum svona aðeins þenja formið meira, þannig að ég myndi segja inn- og útkomur og svona tæmingarhættan sé örlítið hærri í meiri farsi. Já. En hún vil ekki svona fessa sig við farsa. En eitthvað sem að fer út dyr og inn dyr, það er farsi. Ég reyndar svona, ég hef alltaf... Og þið eru með 2 þrjárhurðar. Já, að vangjafurinn. Þannig að þetta er íslensku farsi, en kannski ekki með þessum formerkjum, þegar ég hugsa farsi þá hugsa ég eitthvað svona ástand einhvern veginn sem að fer ekki neitt. Það sem kannski dregur einhver leyti úr farsa elementinu er náttúrulega að það eru mónologar inn á milli sem svona sem er kannski, þar ferður kannski aðeins svona hefðbundnara leikhúsform þar sem þú ferð að sjá innri hugsanir karaktera sem svona tempo farsar kannski leyfa ekki oft. Þetta er sem þú komið til tals að þetta form, svona þessar aríur, þetta er eiginlega óperan ætti að koma aftur, hendi einhvern veginn okkar tíma, þetta innra tal sálarinnar sem er kannski bara svona skrifið á Facebook eða eitthvað svona sem við svona rópum okkar innri mál út í tómið og það eru svona aríur þarna, það fá alla persónunar aríur, ekki? Jú, nema Ráðherrann. Hann er náttúrulega eina aukapersónan. Já, akkurat. Hann kannski ætlar þarna aðeins
að byrja. Já. En kannski kemst ekki alveg að. Kemst ekki alveg að. Við ætluðum fyrst að sko leina ráðherranum bara, leina ráðherranum alveg. Já, og ætluðum bara ekki að hafa hann í leikskráðu. Nei, og bara hafa bara eitthvað random aðila sem bara birtist og Við vorum jafnvel að hugsa að skipta þessu á milli ólíkra leikara en svo kom það í ljós að þetta var það stórt hlutverk og tæmingarna svo gríðarlegar að við hefðum ekki gert annað en að æfa eins. Og ekki allir leikið það eftir sem hann gerir. Nei, getum aldrei leikið það eftir. Síðan kemur Benedikt Gröndal og hann bara það góður að við bæði stækkum hlutverkið hans, setjum það í leikskrána. Það er Benedikt Gröndal. Hvað segði það? Jú, þú bara, ég var að taka betur þetta. Einmitt. Og já, við settum það í leikskrána og líka bara, gleymdum þeirri hugmynd að djögla þessu á milli einhverja mismunandi leikara. Því að hann var bara standa sína plikt. Svoleiðis. Það þarf að búa til gamanleikrit ungt fólk í dag. Og þá þarf maður að þekkja ungt fólk líka. Já. Og það ungt fólk sem skrifar þetta. Og það svona hvað heitir það, svona týpur af fólki þarna? Já, vissulega. Erketýpur eða? Er þetta spurning? Já, þú veist, það raðað upp þetta svona, ég veit ekki, einu sinni var ég 36 ára eða 34 ára, ég maður ekki, áttu að sjá úlingablað sem heit Fókus á tíma. Og þá sagði ég við krakkana sem unnu þar, þau eru bara búið til svona landakort yfir ungt fólk fyrir mig, svo ég veit ekki hvað það er. Hérna eru svona íþróttagæjarnir og hérna eru nördarnir og hérna er svona MH-liðið og tekna þetta fyrir mig. Það lítur að það er eitthvað svona í þessu, að því að þetta eru mismunandi týpur og tákmynd fyrir ungt fólk. Já, vissulega, ef við vorum að skrifa handritið, til að byrja með, og við vorum að fjalla dálítið hamingjuna og hamingjuleitina og við vildum einmitt svona, fyrsta lagi vildum við endurspegla nokkra týpur sem við sjáum í kringum okkur bara í dag, þú veist, við erum að tala unga pólitíkusinn, mér líður eins og svo margir á mínum aldrei eru komnir í pólitík og þetta þú veist, sem mér fannst vera svo langt í burtu frá mér, bara fyrir nokkrum árum og síðan ertu með áhrifavaldar, það eru allir orðnir áhrifavaldar, það eru allir orðnir hvað sem er svona lífþjálfarar, markþjálfarar með svari við öllu og allir með ADHD eins og þú já, eins og persónuði fyrir ekki með Krissa var, þá vildi ég endurspegla týpuna sem ég sé sem var manneskjan sem drekkur allt í sig, bara alla allt sem að manneskjan fær á algoritmann sinn drekkur hún í sig og reynir að breyta sér samkvæmt því og ég fór bara í einhvern algoritma rússibanna og niður einhverja kaninuhólu og ég endaði bara á einhverju, þú veist þetta var svo sorglegt, þetta var svo innantómt karlmanns byggt á karlmanns ego. Þú finnur til með persónuðinni alveg hrikalega út af því að mér finnst mjög margir ungi strákar svona, burt sér frá já, þetta er aðalega efni sem þeir fá, algoritman og það er svo mikið í algoritman sem að pota í karlmanns ego og þú ert ekki karlmaður nema þú sért svona og þú ert ekki hamingjusamur nema þú sért alvöru karlmaður og að hamingjan þín byggist bara á peningum og allt snýst gróða og karlmennska byggist á gróða og þetta var svo það var, og þess vegna er til dæmis Arya karakter míns byggist á gróða, hann talar bara að hann þarf að græða pening og bara mismunandi leiðir til að græða pening og það var bara eitthvað sem ég tók sjálfur frá success og eini mælikvarðinn á success eru peningar. Hvað segirðu? Verður að fá success og eini mælikvarðinn á success í okkar samfélagi eru peningar. Akkurat. Og það er bara slá í gegn og verða ríkur. Einmitt, þannig að þú veist, ég held að týpunar voru allar byggðar á einhverju fólki sem var svo mikið að reyna að ná success, reyna að ná velgengni, reyna að ná hamingjunni hvort sem það er með velgengni eða gróða eða stuðahækkun eða followers og það sem kom líka í framhaldi af því var að þetta fólk allt með dálítið silfurskeiði líka þú veist náttúrulega fæðist í ég náttúrulega lærði leiklist í Englandi þar sem hvert einasta leikrit fjallar stéttaskiptingu
Þannig ég var kannski með það líka. Það ekki mikið, við nú líka fjallaðum hér hvað fátítt að sé stéttaskipting á íslensku leiksviði eða íslensku bíómyndum. Það einmitt aðeins minna svona það fyrst mér. Það helst að vera það sem ungt fólk kemur að því ég held að sér auðvitað þannig bara að húsnæðismarkaðurinn hafi afhjúpað stéttaskipting á Íslandi fyrir ungu fólki en fólk á mínum aldri og þínum aldri. Sjáu það síður sko. Við lifum ennþá í blekkinguna þetta sé allt saman svo jaft. Ég held líka að sko og ég leyfi mér kannski að giska núna en sko til dæmis stéttaskiptingin í Englandi svo drastísk út af því að hún hefur byggst yfir svo ógeðslega langan tíma og það það sem fólk kallar old money skilur, það þegar fjölskyldan er búin að eiga þennan kastala síðan 1700 og súrkál og svona Ísland náttúrulega aðeins kannski minna yngra samfélag Kvótagreifinur okkar eru bara kannski 1-2 kynslóðir á meðan að landeiganda aðallinn í Englandi eru kannski 10-20 En það eru 2 karakter þarna sem eru börn forsætisráðherra það semst Krissi og ungi pólitíkusinn og svo náttúrulega þú leikur meðvirku típuna Þókni, ég veit ekki að kalla þókni Já, þóknin Já, rosa þóknin Ég þóknin Alveg flug Þú myndi aldrei geta sagt nei við neinu sem við segjum Nei Hún þóknin Þannig, hvernig þíns? Já, hún sko það svo sem kemur ekkert beint fram í leikritinu en af því þeir að tala stéttaskiptingur og svona og þannig hún í sambandi, ég að leika stelpu eða konu sem heitir Þórdís hún alveg svakalega meðvirk og hefur svona svolítið hún í sambandi með Hrafnhildi sem dóttir forsætisráðherra og sjálf pólitíkus þær eru búin að vera í sambandi í svolítið langa tíma og hefur valið sér eitthvað sem með yfirgang og frekju eins og þóknar gera hérna Já, og ég held að henni sko hún kann að vera í því hlutverki þar sem hún undir og þetta kannski svona á hennar það eru tímapunktur í hennar lífi þar sem hún svona búin að átta sig á því að hún eiginlega búin að festa sig og en hún ekki með færnina í að sko losa sig á einhvern hátt sem að væri eðlilegt hún bara ekki með neina færni til þess þess að eins og þóknar ég vil ekki að þau vilja allir sér glaðir Já, hún vil allir sér glaðir ef þú þarf að gera eitthvað sem gerir ekki alla glaða þá bara gerir ekki neitt og hún meinar alveg svakalega vel og hún meinar alveg svakalega vel með öllu sem hún gerir en hún rosalega skökk í þú veist, hún þegar við vorum að byrja að skoða handritið og ég var að byrja að skoða handritið og svona að þá fannst mér sko hún vera bara skrifuð sem bara einhver engill skilurðu og handritið hefur náttúrulega breyst alveg svakalega mikið gegnum æfingar og svona Við fórum í smá sko tókum handritið út á golf í apríl síðastliðin Þróuðum það vel Þróuðum það dálítið með leikunum og en síðan, já, eins og ég segi þá hefur bara þróast svakalega mikið handritið og farið úr því að hún að halda svo mikið af upplýsingum hjá sér að hún náttúrulega svakalega skökk sjálf þú veist, hún að beita hún getur mæli að sagt að hún sé bara í ofbeldissambandi, andlegt ofbeldi svona þannig á fyndirmáta á rosa fyndirmáta og bara á skemmtilega nei, en hún alveg líka að beita ofbeldi þú veist, það alveg þannig hún alls ekki saklaus í meðvirka fólki náttúrulega allt sko gott leikhús byggist á kynlífi og ofbeldi þetta það sem leiklistakennari minn sagði í Englandi Jesús, við slepptum nú kynlífi þetta sagði Árni Þórarinsson ritstjóri í gamla daga þegar fólk var að fara að taka viðtöl það kynlíf trúarbrögð og brennivín held ég sem áttur að spyrja en mér langaði aðeins að koma inn á bæði með í fyrsta lagi það að við vorum mjög meðvituð þegar við vorum að skrifa þetta það voru 3 ungir karlmenn að skrifa þetta og það var bara því að á þeim tíma var bara ekki á lausu kvenhöfundur inn í þetta hún var bara þeir voru uppteknar við annað
þannig að við vorum mjög meðvituð að þetta þyrfti að fara í þróun og leikonur þyrfti að koma mjög stíga verulega inn, þannig að þetta myndi ekki enda með 3 djúsi kalludurkum og steingeldum kvenpersonum. En það reyndi að koma nú alveg óvart að mér fannst þetta ekki mér fannst þetta ekki vera, en þetta var alveg áhyggjur sem ég hafði, að þetta væri of kynbundið, þarna væri bara strákar að skrifa, en þannig að stelpurnar stigu svolítið vel inn og fengu að hafa svona mikið að segja sína karaktera. Og svo kannski annað sem að ég legg alltaf áherslu á, að það að koma inn í líf karaktera á ákveðinni ögur stund, og allir þessi karakterar í leikritinu, af hverju ákveðum að segja sögu þessa fólks núna en ekki á morgun eða í seinustu viku. Og hún til dæmis, Þórdís sem að Vigdís leikur, hún er bara búin að frétta það og hún er komin inn í mjög virtan skóla í sjávarlíffræði, þannig að það er svona hennar moment að nú þarf hún að taka þessa ákvörðun og mögulega stíga eitthvað skref. Hann er með verulega mikilvæga sendingu sem hann þarf að koma á Bolungarvík. Áhrifavaldurinn er með pressun að komast yfir 20.000 followers og svo framvegis. Allir eru einhvern veginn standa og þetta gerist áramót og það er þessi tími nýrra markmiða og það allt saman og það kannski gerir þetta kvöld svona aðeins stærra heldur bara hvaða kvöld sem er. Og þá byggir upp spennu og út úr því eru tækifæri til þess að búa til hlátur. Algjörlega. Og við getum ekki rætt það annarkvort flær fólk eða ekki. Það er ekki þetta að diskutera það. Það er ekki þetta að koma tilbaka og segja bara, já, hann var ofsalega hlustandi salurinn. Annarkvort var hann. Og fólk hlær. Já, fólk hlær og það hlær bara. Já, það er hlustandi. Já, sko, en mér finnst, og ég lagði áherslu það, mér finnst að skipta gríðarlegu máli í farsa að það séu alvöru persónur. Að við reynum að vera með alvöru persónur og við séum ekki að heimta hlátur frá fyrstu mínútu, heldur leifum því að byggjast aðeins upp. Og við reyndum að leggja af stað með það að þó þetta sé að sjálfsögðu gert til að skemmta, að þetta séu samt persónur sem fólk getur speglað sig í. Já, að fólk hlær út af því að það ekki persónunar. Já, svolítið þannig. Og svo eru þessi stuttu aríur sem mér finnst skemmtilegar orð heldur mónalókar. Þeir eru síðan gerðar til þess að veita pínu innsýn, þetta eru bara 2 mínútna mónalókar og eins gert til þess að aðeins að stilla af því þetta er mikið tæmingar. Ég ætla bara að segja masterpiece. Já, það er eitt sem maður hugsa sem áraður hvernig hvaða skinnbragð því að skiptir máli hvenær þú kemur inn. Já. Ekki bara það sem þú ert inni, heldur líka í tengslu við það sem þú heyrir ekki að sérð, eða hvað? Já. Hvaða skinnbragð notum við mest? Já, til þess að vita það. Innsæi. Já, þetta er náttúrulega bara svakalega æfing. Þetta var æft og æfingarferðli var rosa mikið, æfum þess að segja, heyrðu, hún er orðin 10 sekúndum of löng, förum tilbaka, nú erum við búin að stytta hana of mikið með þessa, þetta var alveg svakalegt. Við æfðum fyrst náttúrulega án þess að vera með vegg. Já. Þannig að þá vorum við bara í Fuglabjargi. Fyrstu vikurnar, sko. Þau voru svo lost, grein, þau voru alveg týnd. Þetta þarf að byggja það upp. Þetta er svona mörg atvik sem ég býst við að sé bara eins og að gefa sending út í hornið og treysta því að hornamaður sé búin að stökkva í teig. Já, þetta er svolítið þannig. En þetta var svakaleg æfing, síðan eru nokkur, stundum heyrir maður einhver bankar í hurðina hérna og þá veit maður að þau eru sirka hérna og eitthvað svona sko. En ég myndi segja mestmegnis er þetta bara æfing og tæming. Sko, þetta er æfing og síðan bara einmitt in the moment. Tröst og hópnum myndi halda. Já, og líka bara gisk. Þú veist, maður er náttúrulega búin að æfa það þannig að maður er alltaf að giska svona slumpa á réttan tíma. En stundum er maður bara, ég ætla bara inn núna og ef þau eru ekki búið með sinuna þá er það bara þeim að kenna. En síðan er það oftast þannig að þú veist, maður er bara samkvæmt innsæðinu þá kemur maður akkurat inn á réttum tíma og bara tæmingarnar verða betri því oftar sem við sýnum þetta. Og reddast þetta bara annað. Tæmingarnar reddast og svo náttúrulega erum við með ákveðna reglur, skiluru, að það er til dæmis en það er lítið reynt á þær af því að tæmingarnar eru bara 99,9 en reglurnar eru þá sko að ef hann kemur og snemma inn þá erum við kannski með seinustu 4-5 setningarnar sem skiptir ekki öllu máli og þá startast ný sena með leikarunum sem kemur inn og þessar 3-4 setningar detta út. Hvernig getur þú gert það að síðustu setningar sé ekki máli að því að maður myndi halda þá varum þau bara komið að einhverju næstu einhverju punchline eða eitthvað? Ef þetta er farsi. Þá erum við bara búin að færa kannski kjötið í senunni. Já, pásum að upplýsingarnar komi að upplýsingarnar glatist ekki. En það gerðist alveg þannig að kannski endaði senan á einhverju svona kjötupplýsingum. Ef við förum bara í svona hvað sem er tæknilegu atriðin á handritavinnunni þá er það skilur síðan manneskir á það til að koma inn kannski aðeins fyrr þá bara færi við kjötið í senunni mikilvægu upplýsingarnar fyrr
og síðustu setningarnar eru þá bara svona þú veist, þeir bæta kannski smá við en ekkert eitthvað svona mikilvægt já. Eru kannski alveg skemmtilegar upplýsingar en ekki nauðsynlegar. Já. Herðu, ég fer svolítið mikið leikhús út af þessari vinnu og ég skipti svona á milli af því að það er ekki alltaf gaman að fara einn í leikhús. Nei, það er mjög ekki snudd að fara einn á gamanleikrit. Nei. Þannig að dóttir mín kemur með mér en hún fílar ekki leikhús. Fyrst að vera innilokuð og einhverju sem hún skilur ekki og eitthvað sem inn á sviðinu en ég svona hægt að býta akkurat markhópurinn okkar. Já, ég hægt að býta að reyna að ná henni tilbaka og hún var mjög ánægð með sýningu sem var í Bæjarbíó í Hafnarfirði messa Nauðbeygð messa nýrra tíma það sem að hluti af leikarahópnum var í hún var mjög ánægð með það þannig að ég fekk hana til þess að koma á þessa sýningu og hún var rosa ánægð með þetta vegna þess að þetta leikhús sem að hún kannast við persónunar það er ekki svona of langt fyrir ofan hana í aldri þetta er bara svona TikTok kynslóð ykkur sem að, ég meina hún þekkir þetta allt saman og henni fannst þetta var bæði mjög skemmtilegt verk og hún fannst vera boðskapur í því eins og henni fannst með messuna sem svona áminning til þessara kynslóðar að hún sé eitthvað búin að tapa sér og týna sér En gaman að heyra það, skilaðu þökkum Þannig mér finnst það að vera meira áreiðandi að segja hvað henni fannst, þetta hvað mér fannst Já En það er einmitt ákveðin svona náttúrulega hamingjuleit í báðum sýningum. Já. Mér finnst mjög mikilvægt að mér finnst það gríðarlega mikilvægt í dag að skrifa fyrir ungt fólk og við þurfum að skrifa aðgengileg leikrit fyrir ungt fólk bara af því að það er að verða svona meðalaldurinn er að hækka svolítið og í leikhúsinu og við þurfum að finna einmitt þessa nýju kynslóð og hún þarf að hafa gaman í það að koma, hún þarf að geta speglað sig það er komin bara... Það verður náttúrulega að vera hann í leikhús eða maður mæti á leikhús og þekki heiminn sem er hann uppi. Já, það verður bara að vera þannig. Hvað er þetta þá ef þetta er ekki? Já, og líka þess vegna yngri kynslóðin líka farin að hugsa miklu hraðar. Ég meina þessi langa uppbygginga sem allir fyrsti þáttur fer í að kynna karaktera, viss bara kynslóðin þeirra bara hugsar ekki þannig lengur. Þannig en auðvitað er leiksýningin alveg fyrir alla, veist að því við þekkjum öll börnin okkar og allt það. Það voru fólk sko eldri ég hérna í salnum. Já. Og það hló mikið, því ég horfi svolítið á salin svona. Já. Hvað með þig? Hlóst þú? Ég hlæ svona, jú. Ég er ekki svona, ég hlæ ekki Óla Ragnar Grímsson, ég slæ ekki á lærið og hlæ. Nei. Eins og Ómar Ragnarsson. En þó, stelpaðinn? Já, en mér þykir mikilvægt bara líka þess vegna leggjum við svolítið áherslu á það í Gaflarleikhúsinu að reyna að rækta nýtt sviðslistafólk, nýja höfunda og við þurfum líka að passa okkur þó að við styrkjum jaðarhópan og allt það, þá verðum við líka að styrkja aðgengilega leiksýningar fyrir ungt fólk. Það er bara mín bjargfasta trú til þess að ná unga fólkinu í leikhús. Að þá finnst mér bara skorta verk sem speglar á skemmtilegan, alþýðlegan máta unga fólkið. Það er bara mín skoðun. En salurinn hjá ykkur, hann var svona ungur en hann var líka svona alls konar fólk. Hann hefur verið bara mjög blandaður. Og salirnir eru mjög ólíkir. Kortasýningar í Þjóðleikhúsinu þá er þetta svona gammalt. Það er allt annað publikum í Tjarnarbíói heldur en í Þjóðleikhúsinu. Já, þetta er rosa skrítin sýning til að sýna hvað þetta var þar. Og því að stundum hefur það gerst að þú ert bara með einn sal sem er einn ákveðin aldur. Það er bara ungt fólk einum megin og eldra fólk einum megin eða eitthvað svoleiðis og þá verður svo svakalegur munur. Það er eins og þú sért að leika bara í tveimur, þú veist, þetta er svo skrítið í heilan. Ég fann þetta þegar ég var að leika á sínum tíma þegar út með ólíka sali og kemur alveg En það hafa allir gaman af ég heiti rúmlega nýræða konu bara rétt eftir frumsyndum við fórum vinkonurnar, búin að fara í 50 ár saman og þetta er bara svo æðislega skemmtilegt En þess vegna segjum við hlustandi salur það eru bara mjög margir líka sem ég hef hitt sem ég þekki líka sem segja bara kannski eins og þú sem svona hlæja ekkert mikið upp átt í leikhúsi Þú veist, það og síðan eru aðrir sem mæta og eru bara mættir til að hlæja og bara frá fyrstu senu bara garga á fremsta vekk sko. Þannig að það eru mismunandi salir sko. Já, þá getur líka myndast skekkja þegar þessi staðverðinu hláturspúkar eftir hálfa hvítvínsflösku eru bara að byrja frá fyrstu mínútu Já, því að svo er það, ef það lengist vegna hláturs
einum einn inni og hann kannski aðeins að hlæja minna sem úti að þá komin sko, þá þarf þetta að finna líka. Rosa erfitt að halda áfram með leikrit þegar að salurinn leifir það ekki. Já, það bara stemming. Já. En þetta svona, eins og dóttir mín kallaði boðskap, ég veit ekki hvað það sé það, þetta að fjalla hamingjulit. Nei, ég veit ekki hvað það kallaði boðskap. Nei. Já, ég segi boðskapur. Já, boðskapur. En mér finnst það vera boðskapur. Og það svona afvegalita hamingjulit. Þið að finna það. Já, og þú veist, þetta náttúrulega kannski, þú veist, eins og ég segi, í mínum mati sem handritshöfundur, þetta ekkert að finna upp hjólið og þetta skilur að leita að hamingjunni, pursuit of happiness, þetta náttúrulega bara svona mjög gamalt þema. Þetta náttúrulega í kannski nútímabúning með öllum þeim, þú veist, símum og tíðaröndum sem eru í gangi núna. Það sem þannig að þú veist einmitt boðskapurinn er náttúrulega að hamingjan er líklegast ekki við enda regnbogans, kannski erum bara fyrir aftan þig í litlu hlutunum, kannski Keflavík. En sko ég upplifi mjög mikla sko vera að vinna mikið með, veist, þetta er nú ekki fyrsta verk sem ég vinn með ungum höfundum, þeir hafa skrifað 3 verk áður sem við höfum sett upp og en ég bara upplifið það í samtali við ungt fólk þegar við erum að skrifa saman eða þau eru að skrifa og ég er að dramatúrg með þeim og svona, að það er mikið talað hamingju og það er mikið lagt upp úr því og þú þurfir að vera hamingjusamur og upp á persónulegri hamingju og mér finnst þetta að vera orðið þannig að þetta sé hálfgerð hamingjupressa, þú þarft að vera í sífelldri sjálfskoðun að hvort að þú sért nógu hamingjusamur fyrir lífið. Já, mér finnst þetta að vera sko einmitt pressa við að vera hamingjusamur en mér finnst þetta að vera sko alveg svakalega mikil pressa á ungu fólki að vera búin að finna út úr lífinu. Já. Það er að vera búin að finna út úr lífinu áður en þú ert 25 ára. Þú verður að velja þér feril. Þú verður að velja þér feril. Og búin að finna sjálfa þig líklega. Búin að finna sjálfa þig. Komin með, þú veist, þú verður að vera komin með íbúð og áttu ekki bíl. Ertu ekki komin í fast samband fyrir lífstíð? Já, ertu ekki skráð í samband. Og en það er aðalega þetta, þú veist, að þú verður að vera komin með sett markmið, ertu ekki komin í nám, ertu ekki komin áfram, ætlar að fara að skipta núna, mér svaka svona heyrðu, þú fórst í viðskiptafræði, þú veist, akkur ertu að taka bachelor í einhverju öðru, þú veist, það er svona þú verður að vera komin áfram og það, fólk fær svo mikla ég upplifi það að og sama tíma sama tíma ertu með allt þetta á netinu, alla þessa aðilar sem að pósta þessum hamingjustatusum, hvað allt gengur rosalega vel og sama tíma er líka fá þér markþjálfun, findu hamingjuna, veist, þú ert ekki, veist, fáðu lausnina núna, farðu í kalda pottin og svo í sjósundi svo markþjálfin, veist, kemur með þessa innantómu hamingjuráð og þegar ég var ung var svo sem alveg þessi sama pressa, finna sér feril og allt, en ég var ekki með endalausa hamingjustatus á Facebook fyrir framan mig á hverjum einasta degi og fólk sem var búið að segja mér hvernig lykillinn að hamingjunni væri og hvað ég þurfti að gera, skilur þau. Þannig að mér finnst þessi pressa hafa aukist. Ég held að einmitt að, þú veist, síðan á endanum á þess að náttúrulega gefa neitt upp, sko, varðandi leikritið, en ég get sagt, ég held að við gefum eitthvað lausn á hamingju vandamálinu, nema kannski bara það að, þú veist, manneskjan sem allir hafa áhyggjur af er mögulega kannski á besta staðnum þökk sé bara nægjusemi og þökk sé því að vera ekki á hlaupum og eftir einhverju. Þannig að en við gefum aldrei upp hvort að það sé endilega lausnin, en það veit það náttúrulega. Við komum inn á dreifbýlisfordóma, heldur betur líka. 101 Reykjavík er einhvern veginn nafli alheimsins. En hann er líka eini sem kannski tilheyrir, myndi ég segja, ekki þessari efsustjætt. Heldur hann er bara, ég myndi segja að hann væri kannski miðjustjætt. Þórdís er ekki efstustjætt. Hún er búin að gifta sig inn. En ég nefndi þetta með þessi dóttur mín sagði, þetta væri skemmtilegt og svo var ég boðskapur af því að ég man í aðdraganda kosningana
að þá kom svolítið sterkt fram að það var að fjalla þegar flokkarnir voru að reyna að tala við ungt fólk af því að þú ert að tala að búa til leikhús fyrir ungt fólk. Og þá kom ljós að ungt fólk nennir ekki einhverju vitleysu. Ef við ætla að ná sambandi við okkur þá verður þið bara að tala eitthvað að viti. Þetta voru svona skilaboð sem komið frá mörgum. Eitthvað flokkarnir ekkert hlusta á það og það reyndi að vera bara fyndnir og skemmtilegir og tala niður. Þannig að það var út af þessu sem er að nefna þetta. Ég held að ef það er að búa til leikrit fyrir ungt fólk þá þýðir það ekki að þú átt að leggja frá þér sko að þetta skiptir máli. Það sé mikilvægt. Og því ekki með þetta Jú, og ekki með eitthvað svona við erum stundum þannig við gamlaði fólkið að ef við skrifum eitthvað fyrir ungt fólk þá er það eitthvað með ofbúðslegri forvarnar áherslu eitthvað svona að lesa þeim pistilinn svolítið sko, þú skalt ekki þetta gera þannig að ég ofta hvernig svona, þú átt ekki að vera í símanum notaði smokkin, ekki vera í símanum ekki það samt að við ættum að endilega setja okkur sömu standarda og stjórnmálaflokkar landsins var það að vera háalvarleg sko, út af því að við náttúrulega við viljum líka að svo miklu leyti bara sem ungt fólk við viljum líka gefa fólki náttúrulega bara ánægilega kvöldstund það sem það er þess virði að gera sig fín og mæta í leikhús og sýna sig og sjá annað fólk. Segðu mér eitthvað sem er áhugavert og mikilvægt gerðu það á skemmtilega hátt ég held að það sé skilaboðin sem voru líka til stjórnmálaflokkum það er ekki að biðja Halldór Ásgrímsson bara born again eitthvað Herðu, Gaflarleikhús, af hverju eru þið í Borgarleikhúsinu? Af hverju eru þið ekki í Hafnarfirði? Já, við mistum húsnæði, það var bara enn eitt húsnæði sem var selt undan sviðslistum til þess að búa til hótel. Þannig að við erum bara húsnæðislaus í augnablikinu en vinnum hörðum höndum að því ásamt Hafnarfjarðarbæ að finna lausn og framtíðarhúsnæði og bara dásamlegt að Borgarleikhúsið bara opnaði faðminn og við erum búin að vera með 2 sýningar þar núna þennan leikvetur sem hafa báðar gengið mjög vel. Það var jólasýningin með Gunn og Felix og svo tóm hamingja þannig að við bara þakka Borgarleikhúsinu því að núna skiptir gríðarlegu máli að missa ekki leikhússtarfsemina niður af því að þá er þetta bara búið og enn eitt sviðslistahúsið er horfið þannig að núna er bara okkar vinna að halda merkjum leikhúsins á lofti og við reynum bara að leggja til Hafnarfjarðarbæjar þá leiklistarkennslu og ýmislegt annað samfélagslegt. Myndu ekki vilja fá leikhús í Hafnarfirði? Algjörlega, það er það sem við vinnum að og vonandi fyrst eitthvað bara millibils ástand, það tekur kannski 1-2 ár og þá vonandi eitthvað lítið krút þangað til en það er komin starfshópur nefnd sem er að vinna að framtíðarmálum varðandi einhvers konar listahús hvort sem að það verður menningarhús eða leikhús eða hvað sem er þá er þetta komið í ákveði ferlinu þetta tekur svona tíma. Gæti verið tilbúið svona 2060 svona meðan við Landspítalann En það er líka hægt að hugsa hlutina bara á svona ráu formi sem hentar leikhúsi mjög vel og tekur kannski bara 9 mánuði handboltatal, kílum á það Já, við erum ekkert að tala um milljarða það er hægt að gera helling og röftöff leikhús passar vel í skemmu segi ég bara Mér finnst það að verið talað um meðal myndlistamanna að það er eiginlega aldrei verið færri svona listamanna rekin sýningasalir það hefur svolítið verið bent á að tónleikasalinir þeir bara búm hverfa fætur öðrum minna tækifæri og við erum með hennan risasal í Hörpu og ef við ætlum að fóðra hann af íslenskri tónlist þá þyrftum við að hafa 2 750 mannasali og 4 500 mannasali og 10 250 mannasali og 25 100 mannasali og 50 mannasali en við eigum þetta ekkert Nei, þetta kemur náttúrulega stór skip og ég hef meirist að vera að hugsa um þetta þegar ég fer í Tjarnabíó sem er náttúrulega merkilegt fyrirbrigði að salurinn þar er það ætti að vera annað sviðar sem að taki kannski bara svona 70 manns var ég svona meiri nálæð og svona því að salurinn er svolítið djúpur og hár upp ég hef getið trú að vera erfitt að vera til þess með innleika að negla upp í efsta seti. Já. Kannski fáum við í Hafnarfirði 80 manna sal. Já, þið eru að missa sali og að eitthvað leyti. Já, og ég er búin að vera að vara við þessu, ég er búin að horfa á þetta náttúrulega ofsalega lengi. Það er bara, Austurbæri farin, Gamla bíó var breytt í diskotek, þannig að það er mjög erfitt að setja upp sýningar þar. Iðnó var breytt í einhvers konar
veitingastað og mjög erfitt orðið að eiga við það og loftkastallinn farinn og Seltjarnarnes leikhúsið farið og þetta bara og ég meina bara að þetta hverfur hvert á fætur öðrum og allir segja við verðum að gera eitthvað í þessu. Nú erum við með enn eitt sviðslistahúsið í Hafnarfirði sem horfið og ég segi þá nú erum við í baráttunum við að missa það ekki. Hafnarfjarðarbær viljugur. Nú þarf bara öll sviðslistasenan að þrýsta á þetta finnst mér af því að við bara enn eitt leikhúsið þannig að við erum öll að tala um þetta megi ekki gerast en þetta enn að gerast og gerist bara samt. Já og þú veist það má ekki gleyma því að Austurbæjarbíó féll til þess að verða að Norðurljósa safni sem var samtækt af borginni og gekk í 4 mánuði fór síðan rakleitt á hausinn en bara eftir að rífa út allan áhorfendasalinn og steypa flota allt gólfið. Þannig að þetta verður aldrei leikhús aftur. Þannig að hvað er þetta í dag? Þetta er núna þetta Bullseye sem allavega gefur okkur Íslendingum eitthvað að gera annað en Norðurljósa safn. Hvað er það sér? Bullseye? Bullseye er svona pílustæður. Já. Hann er stærstur Íslendingar elska pílur. Já, við erum rosa mikið að Þetta er ykkur bóla Þetta er ykkur bóla þegar hún springur að fara allir í leikhús eftir. Nei, en þetta er ekki af þetta er ekki skortur af eftirspurn að þetta sé að loka. Þú veist, þessu Tjarnarbíó er bara löngu sprungi og það eru uppselt á sýningu eftir sýningu hjá þeim og þetta er ekki út af því að það er ekki fólk að koma í leikhúsin þannig að Það er líka frábært rými við Skerjafjörð sem er þetta tóma rýmið svona ég sé auglýst það hér það er náttúrulega rosa lítið og það er ekki rosalega það hafa ekki leyfi til þess að selja það má ekki uppfyll ekki svona heilbrigðis Nei, þetta er bara gamall bílskúr sem er málaður svartur en það er rosa, þú veist það er rosa jaðarlistin og svona ungt og sjálfstætt starfandi listafólk það er núna að bara sækja sér skjól þarna og þú veist það er margt mjög áhugavert að gerast þar það er verið að æfa hluti sem mögulega fara upp kannski einhvers staðar ef þau fá leyfi og þetta er þannig að það er líka bara einn lítið bílskúr málaður svartur og búm, hann fyllist af listafólki þannig að það er greinilega það vantar ekki gróskuna og það vantar ekki hæfilegt ég er alveg full aðdáunar á þessari kynslóð sem er að koma núna út bæði ekki bara leiklega heldur leikstjórnarlega, handritslega það er einhver spröðlandi hæfileiki í gangi í þessari 9900 og aldamóta kynslóðinni en umhverfið er allt annað þegar ég var á þeirra aldri þá var þetta að ganga inn í gamalt frystihús skella þar einhverju málingu á veggi og leigja fyrir nánast ekki neitt og við vorum komið leikhús og bara fínt leikhús þetta er ekki hægt núna? Er það vegna þess að þau nenni ekki að mála veggina? Nei. Þessi húsnæði er ekki til því að það á að nota að byggja hótelana það er búið að rífa þetta byggja hótel eða þú bara færð ekkert nema að leiga sér gigantísk og ég er sjálf búin að vera að leita leikhúsi eða við í Gaflarleikhúsinu erum búin að vera að skanna því líkt náttúrulega bæði Hafnarfjörð og fleiri staði sem nýtt leikhús og þessi húsnæði eru bara ekki til í dag og svo er þetta dýrt eins og ég byrjaði á að tala um tónleikana og Hörpu að það er bara svo dýrt að leigja að þú fyllir Norðurljósasalinn á velhefnuðum viðburði það fyrir bara ekkert út úr því Nei, Harpan er bara gleipir það Já, talandum, það er bara fyrir vinsælustu artista að fara á þangað Já, við getum haldið að þeir eru verið 70 tónleika Þetta er bæði slæmt fyrir litla kannski ekki litla listamenn en svona sjálfstæðstarfandi listamenn sem eru kannski bara að byrja og þetta er líka slæmt fyrir almúan eða kunnana sem vilja koma sjá því ef þú leigir Norðurljósasal það þýðir bara miðaverðið hækkar og þú veist þegar þú missir sjálfstæði leikhúsin og það einu leikhúsin sem eru eftir eru ég meina Borgarleikhúsið, Guð blessi Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið en miðaverðin þar eru alltaf náttúrulega mun hærri Já, en ég vil samt tala aðeins miðaverð af því að mér hefur fundist aðeins svona það er alltaf verið að tala um að miðaverð þurfa að vera svo ódýrt
og við höfum gert svolítið af því að bjóða ungu fólki alveg svakalegan afslátt til þess að reyna að draga það í leikhús. Þetta gerir sjálfstæðum leikhópum eins og okkur sem að vinnum sérstaklega fyrir ungt fólk svolítið erfitt fyrir. Ef að unga fólkið á alltaf að fá leikhúsmiðan og 1000 kall, þá bara búið að kippa starfsgrundvellinum undan okkur nema styrkinni verið þeimun fleiri. Og ég spyr mig að því að unga fólki borgar alveg peninga til að fara á tónleika. Ég sé ekki að ungt fólk sé á neinum afslætti þegar að kaupi sér með á tónleika. Nei. En ég held að þetta sé afleiðing af því að við höfum ekki gert nógu skemmtilegt leikhús, þannig við þurfum að nota þetta til að draga unga fólkið inn. Það allt í lagi að borga 2 hamborgaratilboð til að fara í leikhús. Veist, 2 hamborgaratilboð eru 6.000 kall. Og fáðu bara 2 núðlusúpur og keyptu þið miða í leikhús. En ég var að hlusta át í útvarpinu, það var eitthvað svona rosalegt tal um að leikhús þyrfti að vera bara nánast ókeypis og fólk á okkar aldrei eyðir 50.000 kalli út að borða Við erum alveg hrikalega, þú veist það að segja eins og það komið fram það var mikil eftirspurn eftir peningunum ykkar. Þið getið eitt þeim í dóp og föt og alls konar sem að þurfið til þess að fitta inn í ykkar hóp. Þannig að mikil eftirspurn eftir peningum ungs fólks. Já. Minni eftirspurn eftir peningum salarins í Þjóðleikhúsinu 60-70 ára gamalt fólk, börni farin að heiman. Meiri eftirspurn eftir pening frá unga fólki. Já. Bara út af því að þau hafa minni pening en þurfa að eyða rosa miklu. Ég þekki þetta frá því ég var að stúdera svolítið svona fíkni hagkerfið. Þegar ég var í S.A.A. Þetta bara að til dæmis ef það hækkar verð á fíkniefnum eða áfengi að þá dregst neyslan mjög hratt saman í ungu fólki. Og rökin eru þau að það er svo mikið sem að þau þurfa að eyða peningunum í. Já. Náðu þessu. Þetta hagfræði. Það fekk Nóbelinn sá sem að var með þessa greiningu. Ég hef aldrei pælt í hagfræði fíkniefna. Þetta mjög áhugavert. Það akkurat öfugt það sem allir halda. Þeir halda að þetta sé mjög lítt verð meðvitaður markaður, en það alveg þverjafut, þannig mjög verð meðvitaður. En það það sem þessi sýning fjallar fíkniefni og hagkerfi. Já, það eru fíkniefni í En varðandi þetta með salina og það þurfum við til þess að við höfum menningu, þá þurfum við að rækta upp eitthvað og sömuleyti að því ég nefndi sýningu sem að þið hafið tekið þátt í sem ekki gamla leikhúsið, messan sem að var í haust. Bæjarbíó. Sem svona, einhver leyti svona sami blærinn og það verið að þreifa sig áfram einhverja svona ákveðna leið til þess að fjalla einhverja kynslu með einhverjum hætti. Og þannig ættum við að hafa alls konar potta svona út allt. Þannig ef við höfum ekki þá náttúrulega endurnærist ekki í miðjan. Þá verður hún bara, þá flyttum við bara inn sýningar frá West End og þá gerum við bara aðra fucking Shakespeare sýningu. Þá heldur það bara áfram. Ég var að tala við mann sem eldri ég í gær og hann var að segja að það sem eitthvað í samfélaginu þetta svona, hann kallar þetta sameness. Það allt einhvern veginn viljið til þess að allt sé alveg eins. Það séu svona eins og við sem öll svona rosalega hrædd og viljum helst vera öllin í sama salnum, að vera jafnt ánað með það sama og það sé svona counterculture sé veikari núna heldur en nokkuð tíma verið. Ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að hafa í huga. Meðal annars með því að hafa aðstöðu til þess að vera að eitthvað gróður sprett upp annars það heldur en einhverju meginstraum. Ég held að það sé bara, það alveg vitað að það bara bráðu vantar húsnæði og það vantar ekki hæfileikana. Það vantar umhverfið og það vantar náttúrulega alltaf peninga. Það náttúrulega bara Og þá líklega vilja stjórnvalda til þess að rækta upp menningu. Já, nú einhver sviðslistastefna í mótun og nú náttúrulega búið að skipta skipstjóra í brúnni og þá náttúrulega fer allt svona á byrjunarreynd og í einhverja svona hringiðu en vonandi, ég bara vona það að þau haldi áfram með þessa sviðslistastefnu sem var byrjað að móta og komin ansi langt á veg og haldi áfram að styrkja ungt fólk. Það stundum það svolítið erfitt að komast inn í sviðslistastyrkin og það náttúrulega, þetta svolítið svona ekki pottur bara svo lítill? Hann bæði lítill og svo þarftu kannski að vera búin að sanna þig eitthvað til þess að fá eitthvað úr sjóðnum og þú getur ekki sannað þig nema þú fáir eitthvað úr sjóðnum. Þannig að það bara erfitt að komast inn þar og mér hefur fundist vanta líka bara að hugsa til unga fólksins og til ungs sem að spegla ungt samfélag. Það eins og það mikilvægt að fjalla allt og alla og jaðarhópa og þá þurfum við megum ekki gleyma unga
fólkinu. Og þú veist, eins og við erum bara búin að minnast á núna er að, sko, ég held að flest, þú veist, það engin að skrifa mörg ný íslensk verk og húsnæðislausir ungir listamenn eins og núna í fyrra sumar var Aftur á móti fengu þarna tímabundið húsnæði í Háskólabíó það var með engum móti fullkomið en þú veist, það að segja húsnæði en þú veist, þau gerðu gott með það og þau settu upp þannig þú veist, Nauðbeygð messa byrjaði þar og síðan var Vitfús Blue eftir Egil Andra Skeljar var núna æft í tómarýminu og sett upp í Ásmundasal frábært nýtt dramaverk með bara 2 leikurum og Varst þú ekki? Jú, ég var í Undir sem var í Aftur á móti í sumar Já, fór svo í Tjarnarbíó í haust og það bara einmitt, þú veist, eins og við segjum það vantar ekki eftirspurnina það einmitt Tjarnarbíó orðið það sprungið að jafnvel þó þú sért með sýningu sem gengur mjög vel þá færðu bara nokkra sýningar og það bara svo mikil eftirspurn til að vera í rýminu Það líka eitt sem ég þykir mikilvægt sem líka óheppilegt að vera með svona fáa sýningar af því að sumuleyti þá möguleiki á því að sýningin spyrjist út og vaxi eftirspurn ég hef séð hvernig þið bóka sko og alltaf að býta hvernig á ég að fjalla um þetta þetta bara búið áður ég get fjallað um þetta þannig ég byrjar að mæta á reynsli eða eitthvað svona í vonum að þetta samtal okkar ít undir eitthvað Þetta mjög óæskilegt þegar kannski búið að veita styrk upp á fleiri milljónir í eitthvað verkefni en áfram framhaldslíf verksins eiginlega bara áður en á stað farið nokkuð ljóst að það verður ekkert. Það gerir svolítið af því bara það svo takmarka rými, það ekki hægt að sýna það og þá þessi styrkur ekki að skila sérlega miklu til samfélagsins ef það ekki pláss til þess að sýna það fyrir áhorfendur nema í mjög takmarkaðan tíma. Og við erum að segja þetta frá þeim fílabeinsturni sem það að sýna í Borgarleikhúsinu. Það náttúrulega rosalega, svo frábært að við gátum farið þar inn eins og sumarsamstarfssýningar geta en síðan en það bara pláss fyrir það marga. Geta bara tekið inn einhverja 2 kannski? 3. Ég veit ekki 2, 3. Þannig að þetta bara alltaf húsnæðisleysi en það samt frábæri hlutur að gerast þar maður sé ekki bara í kvart en það þarf eitthvað svona annarkostur á stjórnvöld að gera eitthvað eða bara fólk að fara þegar svona country-kultúrin var sterkastur Já, en það alveg rétt við verðum líka bara hægt að vera svona löt þessi kynsla við erum svo löt Það nóg til að húsnæði Hvað segirðu? Það nóg til að húsnæði Já, það bara svo dýrt Það er notað á svo undarlegan hátt Já það kannski það að því að leikhús, þú kannski dregur það ekkert, það eru ákveðnir hlutir sem verða að vera til staðar í leikhúsi Ég labbaði hvað heitir Kirkjustrætið ekki, það sem Alþingishúsið við, það komið nýtt hótel sem heitir eitthvað Parliament eitthvað Hótel Ég var að labba þar daginn og hafið ég labbað það fram það lobby sem ég svo var að setja upp leiksýningar í lobby Einn túristi satt hana, leiddist og eitthvað bækling hvílík sóun á húsnæði hvílík sóun og fullt af listaverkum og artifarti húsgögn út allt bara dýrasta innrétting og húsnæði á Íslandi fyrir einn manni sem leiddist heimaði sér og var komin hingað og leiddist jafnt mikið Ég með að hugsa þegar ég hugsa út í það þá gæti Landspítalinn orðið frábært hótel nýji Landspítalinn bara, það ekki of seint að breyta Mjög góð staðsetning Rúm gott Gaman að tala við ykkur leikhús og ýmislegt annað Vigdís, Björk og Óli Takk fyrir okkur Við höldum áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði leigjendasamtökin.is